Já, velkomin að Rauða borðinu. Við ætlum að ræða kosningaúrslitin og svona, stjórnmálastöðuna, hvernig flokkarnir hafa það. Fengið til mín 4 herramenn. Þeir eru Kristinn Már Ársælsson, hann er félagsfræðingur, háskólakennari í Kína. Gísli Tryggvason, hann er lögfræðingur og lögmaður. Guðmundur Auðunsson, hann er hagfræðingur í London, með annan fótinn á Íslandi, og Atli Þór Fandal sem er með annan fótinn í Prag held ég og er framkvæmdastjóri Transparency Iceland á Íslandi. Transparency International á Íslandi fyrir ekki. Herðu, þetta eru sögulegar kosningar. Ég held að það sé óhætt að segja það. Svona ein mesta sveifla í sveitarstjórnarkosningum sem að ég man eftir og man ég þó langt. Gísli Tryggvason, hvað segirðu? Hvað var þetta sem var að gerast núna í kosningunum? Já, ég held nú að Framsókn hafi enn einu sinni sannað að þeir kunna að nota peninga og auglýsingastofur og snjöll, þekkt andlit og snjöll slagorð og þurfi ekki að hafa eins mikið fyrir innihaldinu og aðrir flokkar sem að stríta til þess að móta stefnu heilu og hálfu kjörtímabilin. Og ég er satt segja mjög hissa á þessu, hvað þetta tekst oft ég vil eiginlega segja plata kjósendur upp úr skónum, þó ég hafi í 15 ár verið í Framsókn og reynt að mynda, móta stefnu í ákveðnum málum og draga flokkinn til vinstri eða líta á hann sem félagshyggjuafla. Þá er ég mjög hissa á þessu að kjósendur falli aftur og aftur fyrir þessu og að Framsókn fóðu svona góðan framgang í höfuðborginni. Svo fekk hann víða annan framgang sem ég þekki ekki eins vel, en þetta er það sem ég er mest hissa á og svo er nú vonsvikið að ég held að ég hafi ekki tapað meiru í borginni. Það var búið að spá þeim hruni og ég var eiginlega ánægður með það, þær spár. En sjálfstæðisflokkurinn að fá lökustu útkomu í Reykjavík í sögunni, er það ekki nóg fyrir þig? Nei, það er ekki nóg fyrir mig. Ég hefði viljað sjá þá undir 20% og að það myndi hrikta í stjórnarsamstarfinu fyrir vikið, það var alveg fyrir séð. En eitthvað hefur gerst á lokametrónum að þau náðu vopnum sínum með að við nema skoðanakannanir hafi verið allrangar þessum tíma rétt fyrir kosningar. Já, þau eru náttúrulega með svona helmingin af þeim fulltrúum sem voru með áður, það er náttúrulega erfitt að meta að þeir voru 15 fulltrúar áður en eru komnir núna niður í 6 og eru svolítið í þröngri stöðu samt í borginni. En varðandi Framsókn, Guðmundur Auðunsson, Gísli lýsir þessu sem að Framsóknarmenn bara kunni þetta, að nota peninga og auglýsingastofur til þess að ná árangri án þess að vera með neina sérstaka stefnu. Er þetta sanngjarnt að lýsa Framsóknarflokknum sem svona hálfgerður svindli í íslenskri pólitík? Já, ég nú stundum kallað Framsóknarflokkinn atvinnumiðlun fyrir meðalmenn, en ég verð að viðurkenna það að þeim hefur tekist alveg gífurlega vel upp. Seinustu, þeir unnu þetta góðan sigur í þingkosningunum og kom í raun og veru óvart. Þeir eru búin að finna sér Framsókn var komin í útrýmingarhættu fyrir svona 10 árum síðan. Þetta er svolítið merkilegt fyrirbæri. Hann komin í tilvestakreppu. Það var orðið þröngt á miðjunni, þar sem að þeir voru. Viðreisn var sækin á miðju, Samfylkingin að sækin á miðju, svo var VG komið í samstarfi Sjálfstæðisflokki, þannig að, og Framsókn sjálfsögðu. Og fleiri tilraunir á miðjunni eins og Björt framtíð og fleiri sem að voru að reyna fyrir sér þarna. Já. Það var orðið svo þröngt á miðjunni og Framsóknarflokkurinn var að hverfa. Á höfuðborgarsvæðinu var hann nær horfinn. Hann var með enga borgarfulltrúa, enga í Mosfellsbæ. Hann var tíma ekki einu sinni með menn í Hafnarfirði og höktu með einn í Kópavogi. Þannig að á tíma var hann með einn sveitarstjórnarfulltrúa á höfuðborgarsvæðinu. Lítið á hvað þeir eru núna. 4 í Mosfellsbæ, 2 í Hafnarfirði, 2 í Kópavogi. Eru þeir ekki með 2 eru þeir í sameiginlegu framboði í Garðabæ? Nei, ég held að þeir séu með 2 í Garðabæ og 2 í Kópavogi. Nei, þeir eru með 1 í Garðabæ.
Einn í Garðabæ. Einn Þeir í eru með Garðabæ. flokksframboð þar. Þannig að þeir hafa farið úr þegar þeir minnst höfðu á höfuðborgarsvæðinu frá einum manni upp í þessa svakalegu hæðir. Þannig að það er eitthvað sem þeir eru að gera rétt. Og hvað er það sem er rétt? Hvað er það sem er að gera rétt? Sko, ég vildi setja þetta í samhengi við breytingar. Sko, þeim hefur tekist að verða teflonflokkurinn í ríkisstjórninni. Ég er ósammála þeim röddum sem segja að vegna sigurs Framsóknar þá sé óvinsældir ríkisstjórnarinn ekki að hafa áhrif. Þær hafa áhrif. Það eru óánægðir sjálfstæðismenn. Sjálfstæðisflokkurinn klárlega tapaði miklu í Reykjavík. Ég hefur gjarnan viljað sjá það tapa mun meira. En það eru óánægðir sjálfstæðismenn sem eru að fara yfir á Framsóknarflokkin vegna þess að það er svona safe bet, svona slett aðeins ensku. Það er miðflokkurinn að hverfa og það fylgi kemur heim, hluta til baka á sjálfstæðisflokkin. Það er ekki hreyfingar endilega í eina átt. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi tapað meira til Framsóknar heldur en að þeir og fengi hluta fylgi með miðflokksins sem er horfið tilbaka. Þannig að þetta er aðeins flóknara heldur en bara A til B. VG er klárlega að tapa vegna ríkisstjórnarþátttöku sína. Í Hafnarfirði eru þeir nær horfnir. Þeir sendu fram sterkan frambjóðanda, fyrrverandi þingmann og fyrrverandi bæjarfulltrúa til langs tíma í Kópavogi. Þannig að þeir eru að tapa og sjálfstæðisflokkurinn er að tapa og þar spila landsmálinu dálítið inn í, en Framsókn ekki. Ég held auðvitað er þetta hluti ímyndunarstjórnmál, en ég held að mörgu leyti er þetta miðhægra fólk sem finnst að vera svona smá munaðarlaust og þá er Framsóknarflokkurinn svona bara safe bet. Íllskásti kosturinn, þú vilt ekki segja ganga svo langt að segja þessi íllskásti kostur, það er eitthvað sem að fólk horfir til Framsóknar sem góðan kost, eða ekki? Jú, sko, þeir byrjuðu, mér fannst þetta, þegar þeir voru byrjuðu á þessu, þeir ekki bara best að hittast á miðjunni eða eitthvað, sko, ekki bara best að kjósa Framsókn. Þetta hljómaði, sko, við vitum, við erum hallaríslegir gamaldags, en við erum kostur sem að við hræðum enga. Við erum bara svona velviljaðir og þetta virðist virka og ég held að ég seti þetta í samhengi hluta til við hrun miðflokksins, það eru þetta komið fylgi tilbaka, en sjálfstæðismenn, óánægðir sjálfstæðismenn eru klárlega að fara yfir á Framsóknarflokkinn og ég held að það sýni sig vegna þess að þar sem að sjálfstæðisflokkurinn Kópavogi Hafnarfirði, bara lítum á höfuðborgarsvæðið, Kópavogi Hafnarfirði, Reykjavík, Mosfellsbæ, allstaðar er sjálfstæðisflokkurinn að tapa, en allstaðar er Framsókn að vinna. Hvort sem þeir eru í meirihluta eða ekki, eða inni eða ekki. Kristinn Már, Sigurður Ingi, hann hefur reynt að skýra þetta með vísun til, kannski, ég veit ekki hvort það sé þannig á Íslandi að séu öfgarnir einhvern veginn að séu orðin gjá á milli og ekki samtalshæft á milli öfgarna til hægri og vinstri. Hann stillir sig einhvern veginn þannig, en það hljómar svolítið eins og hann sé að vísa til stjórnmálana í Bandaríkjunum. Þú hefur nú gert einhverja svona rannsóknir að þetta. Kannt þú að útskýra það? Hvað er það sem að kjósendur falla fyrir þegar þeir fara og kjósa Framsóknarflokkinn? Er það vegna þess að samfélagið á Íslandi sé að slitni sundur eins og haldið fram að þess að gerast í Bandaríkjunum eða hvað er þetta? Mér finnst það nú hæpið að sé vegna þess að hér sé orðin svo mikil pólarísering. Ég held að þetta þvert á móti að Ísland hefur sloppið miðað við mörg önnur land við mikla pólarísering. Við sjáum ekki mikið, svona eins mikið í mörgum nágrannalöndunum öfga hægri flokka. Populismi miðflokkurinn var svona vissuleyti tilraun í þá átt og Framsókn étur það bara. Þannig að það er þá ekki vegna þess að sé svo mikið, þvert á móti sem að Framsókn bara borðar þá slíka öfga. Fólk sem er komið svo mikið óþola, ég átti mikið alveg á því. Ég meina, og líka, það er svolítið erfitt að segja, hann situr í ríkisstjórn sem er frá vinstri og yfir til hægri. Það er ekki einkenni á átakastjórnmálum þegar við erum með ríkisstjórn 2 kjörtímabil í röð sem að gengur alveg frá vinstri og yfir til hægri og með miðjunni inni líka. Með einhverju breiðustu stjórnmálaspektrum ríkisstjórn sem hefur verið lengi og það er ekki einkenni á miklum átakastjórnmálum myndi ég segja. Það getur eins og vel verið fólk sem komið óþal á stjórnmálum yfir höfuð og einhvern veginn
náði Framsóknarflokkurinn að höfða til fólks að því að fólk bara komið með óþóla stjórnmálum. En það pólarisering á Íslandi, ég ekki að segja hún sé 0 eða eitthvað svoleiðis, en hún ekki neitt svakalega mikil með það sem við sjáum í nágrannalöndunum og hugmyndafræðilega þá var mun meiri hugmyndafræðilegur ágreiningur fyrir nokkrum áratugum heldur en er núna, mörgu leyti, allavega með svona stærri flokka. Þannig að ég það sé kannski ekki líklegast skýring, ég útiloka ekkert. Ég hef engin gögn eða neitt til þess að vega á milli þeirri kenningar sem fólk hefur hægt á loppi. Sú kenning sem var núna bara rétt að, mér fannst hún ekkert fráleit að Framsókn hefur bara tekist að mála sig sem trúverðri kost fyrir hægra miðjufólk, heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn og Samfylkingin á undanförnu. Það bara tekist það einhvern veginn í síðustu 2 kosningu. Það hljómar ekkert mjög ósennileg skýring að það sé fylgin að koma. Má ég spyrja eitt hérna þegar við erum að tala svona átök. Átökin hafa svolítið verið svona í Reykjavík sem svona, ég segi ekki svona menningar átök, en það svona kallinn á bensínbílnum á móti konunni og hjólinu stemming eitthvað sem búin að vera hér. Heldur að sé eitthvað til einhverja svona hluta sem að Framsókn að raunverulega vitna til eða vísa til, eitthvað sem að má tengja svona identity stjórnmálum og öðru slíku? Ekki getur Sigurður Ingi verið að benda á eitthvað að segja eitthvað sé hérna eða bara er ekki hérna? Ég átta mikið hann verið að skýra það. Ég átta mikið ekki skýra það fylgisaukninguna í Mosfellsbæ. Ég myndi ekki hvað, mörg 100% eða eitthvað. Ég átta mikið að það er ekki einhver brjáli identity stjórnmál held í Mosfellsbæ. Alltaf það væri frétti fyrir mér og bara manda. Við erum líka bara að gera grein fyrir því sko að Framsóknarflokkurinn er sko komist í svipaða stöðu og var bara í kringum 1990 á sveitarstjórnarstiginu. Ég held að sé sko ef ekki bara með fleiri sveitarstjórnarfulltrúa í dag heldur en hann var með 1990 og ég held að það sé nálega fáist. Og líka ef við skoðum að í því sögulegu ljósi bara niðurstöður og kosninga að það talað að fjórflokkurinn sé dauður. Sko Framsókn og Sjálfstæðisflokkur ekki dauður á sveitarstjórnarstiginu. Þeir eru bara með 177 sveitarstjórnarfulltrúa held ég. Samfylking 26, Vinstri græn 9 eða eitthvað. Ég held að vinstrið allt sko, ef við erum sko svona gjafmildan hvað kallast vinstrið, þetta hvað í kringum 40 sveitarstjórnarfulltrúar. Minna heldur en Framsókn eitt og sér og Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur með 177 og ég held að sé bara ekki mikið minna heldur en voru með 1990. Þannig að ein af sögunum í þessum kosningum er einfaldlega það að vinstriflokkinu og sko 1990 voru Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag örugglega með álíka saman og Framsóknarflokkurinn á sveitarstjórnarstiginu. Þannig að það bara vinstrið hefur algjörlega horfið af sveitarstjórnarstiginu og tapað á sínustu árum og áratugum því stigi og það er miklu fleiri óháð og svona blöndu framboð sem eru þá yfirleitt miklu meira til vinstri. En þetta hefur náttúrulega gríðarlega mikil áhrif á stjórnmálana þegar næst þegar kemur á kosningum og þá eru allir sem eru sveitarstjórnarmenn fyrir Framsóknarflokk og Sjálfstæðisflokk að vinna kosningum bæði á sveitarstjórnarstiginu og í landsmálunum. Og meðan það eru bara einhverju örfáar hræður þarna vinstri. En það eru líka svona stór tíðindi að hvað eru stór blokk núna aftur eins og var. Og þá áttu bæði við að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafi styrkt sig á sveitarstjórnarstiginu undanfarið, en þeir sem ekki tilheyra þessum flokkum eru þá oft í einhverjum framboðum sem eru meira að segja minna tengd við vinstri heldur en til dæmis Reykjavíkurlistinn og Garðabæjarlistinn og þau framboð sem urðu til á 10. áratugnum og kannski fyrstu árum þessar aldar eru. Það er meira eitthvað sem enginn getur tengt flokkum sérstaklega. Þetta segja það. Já, það er allavega sko, það er svo augljós tenging þegar þú býður fram í nafni flokks og síðan sá flokkur aftur í framboð. Og meðan þú ert í framboði fyrir eitthvað óháð, eitthvað bandalag og svoleiðis, það er ekki alveg eins ljóst og þú verðir virkur þátttakandi í kosningabaráttu eða sért milli kosningar en að styðja þinn flokk eða byggja upp eitthvað tengst milli þess flokks. Það getur gerst í einhverjum tilfellum en það er bara, ef við horfum bara líkunum, það er bara svona heilt yfir öðrum minni kraftur í því heldur en eða þú ert að starfa fyrir eitthvað sem flokk til tign og í þessu tilgerðist með 2 flokka sem eru algjöri burðar ásakar miklu stærri heldur en hinnir á sveitarstjórnarstiginu. Og þetta er bara, hugsa bara logistics sko, bara fólk á gólfinu, allt árið, á launum, alveg bara í 4 ár að vinna fyrir ákveðin flokk með að örfáar hræður fyrir hinna. Já, herðu, áður en við byrjum að tala veikleika vinstrisins á sveitarstjórnarstiginu og kannski bara í pólitíkin almennt, að þá ætla ég að fara með Framsóknarflokki til Atli Þór. Hvaða fyrirbrigði er Framsóknarflokkurinn í dag? Já, ég held reyndar sko að það sé rétt sem hefur komið fram að mikið
að óánægju fylgi frá Sjálfstæðisflokknum hafi auðvitað leitað til Framsóknarflokksins. Þeir voru sniðu með hvernig þau fundu sem sinn fulltrúa, fundu svona vel þekktan mann úr fjölmiðlum og sem að er hávaxinn og kemur vel fyrir. Ég held að það hafi valdi því að svona þeir sem vildu vera róttækir og kjósa eitthvað annað en Sjálfstæðisflokkin voru tilbúnir að fara þangað. Svo auðvitað líka hefur Framsóknarflokkurinn spilað mjög vel undanfarið úr þessu með miðflokkin. Þau hafa verið að keyra á Facebook auglýsingar, ég held að það hafi verið fyrir síðustu kosningar komdu aftur, eða komdu inn úr kuldanum og svona. Og svo held ég líka að það spili mjög stóran þátt að þó að Framsókn sé í ríkisstjórnarsamstarfi og beri raunur ábyrgð til að mynda á bankasölunni, að þá hefur sá flokkur leyft svona, hann hefur ekkert verið að fela það að það einhver svona óánægja nokkrar áttir þar og Lilja hefur talað gegn þessu og svona og ég held að það hafi gefið flokknum mjög mikið kredit eða svona einhvern veginn var fólk tilbúið að sjá að það væri eitthvað svona einhver heiðarleg taug þarna og svo getum við haft alls konar skoðun á því hvort að það er rétt eða ekki. En ég held að þetta hafi spilað mjög stóran þátt á meðan þú varst kannski með, bara sem dæmi að hvernig VG-liðar raunverulega gengur lengra í því að verja Bjarna heldur en margir sjálfstæðismenn og það held ég hafi stuðað þeirra kjósendur ofboðslega mikið á meðan Framsóknarkjósendur og svona fólk sem að kannski identifæðir ekki sem mjög vinstirsinnað en með eitthvað svona vill kannski ekki taka ábyrgð á kapitalismanum að það einhvern veginn það var svona signala til þeirra að Framsókn væri ekki alveg pæklað í þessu að verja Bjarna. Ég held að þetta hafi hjálpað mjög mikið. Gísli sagði einhvern veginn að Framsóknarflokkur er góður í þessu að vera með ekkert of mikla stefnu, keyra bara auglýsingum og svona. Er Framsóknarflokkurinn að svona mastera það að hvernig á að heyja kosningabaráttu í samfélagi sem hefur lítið traust á stjórnmálunum, kannski litla trú á því að stjórnmálum munu bæta eitthvað eða breyta einhverju? Að þessu er búin að finna svona einhvern veginn tón, hvernig á að tala stjórnmál til þeirra sem að hafa annarkvort ekki áhuga á stjórnmálum, sem ég held reyndar að séu fáir sem hafa, en allavega ekki áhuga á flokkastjórnmálum og ekki mikla trú á því að stjórnmáli breyti einhverju. Já, ég held að það sé rétt, menn þau eru með góða maskínu, þetta er vinnusamt fólk. Framsóknarmenn eru til dæmis almennt þeirra kjósendur ágætlega vel stæðir en kannski ekki með sterkt svona, þeir þykja lummó en það er tilhneiging til að afskrifa það og tala niður til þeirra. Ég held að Framsókn hafi bara sýnt það aftur og aftur að þau eru mjög klók í kosningabaráttu og þau auðvitað völdu mjög góðan fulltrúa. Ég held að sé ekki margir sem að viti hverjir hinir þrír eru sem að fóru inn og aftur að við auðvitað vitum hver einar en við höfum eiginlega ekki hugmynd eftir þessa kosningabaráttu fyrir hvað hann stendur. Þannig að já, ég held að Framsókn hafi masterað þetta. Það er einkenni á baráttunni í Reykjavík að það voru eiginlega bara oddvitarnir sýndir. Við sáum bara myndir af Degi og ég veit að við getum rifjað upp að einhvers staðar er Skúli Helga og einhvers staðar er Hjálmar og einhvers staðar er Sabín en þau sáust ekki neitt í kosningabaráttunni og það sama á eiginlega við Sjálfstæðisflokkinn, þau voru algjörlega falin á bakvið Hildi og það sama á eiginlega við öll framboðin. Herðu en að því við erum að tala svona sókn og breytingu til dæmis bara á höfuðborgarsvæðinu þar sem að Framsóknarflokkurinn komið sér fyrir í öllum sveitarfélögunum og með góða stöðu og líka raunverulega á miðjunni í stjórnmálum sem kannski lendur sem að samfylkingin var stofnuð til að ná til. Gísli, er hætta á að Framsóknarflokkurinn svona taki miðjuna af svo langt inn á miðjuna að þau taki frá samfylkingunni eða kannski svo sem að sömuleyti þið að tala að þetta sé mikið fylgi sem að koma frá Sjálfstæðisflokknum þannig að miðfylgið í Sjálfstæðisflokknum sé að fara þar inni. Getur verið hætta á að Framsóknarflokkurinn taki eiginlega svona hvað ef að segja sviðið af samfylkingunni og vaxtarmöguleikana? Það vantar hljóð á Gísla.
það hætta ef þú rétt að orða það sem hættu ef þú ert ekki hrifinn af Framsókn en já, allir Framsókn líti nú ekki á að þeir séu að endurheimta miðjufylgi eins og sagt var hérna áðan, bæði frá Miðflokknum og eitthvað óánægðu Sjálfstæðisfylgi og það kann að vera eitthvað tímabundið frá Sjálfstæðisflokknum en sennilega varanlegra frá Miðflokknum sem væntanlega að deyja. Enda flokkar sem eru stofnaðir utan einn mann telja að lifi yfirleitt bara mestalagi 2, hæstalagi 3 kjörtímabil eins og Miðflokkurinn. Ég held að hann sé bara að deyja. En ég skil ekki Grindavík, Gísli, ekki Grindavík, þar var hann stórkostlegur sigur. En varðandi Samfylkinguna, já, hún ætlaði að höfða til vinstri og miðjunar og ég skil eiginlega ekki af hverju Samfylkingunni gengur svona illa bæði í landsmálum og sveitarstjórnarþinginu. Hún höfða nú töluvert meira til mín en minn gamli flokkur, Framsóknarflokkurinn, satt segja. Nú ertu alveg á gati, getur þú komið upp á stungur, hvað sem að veldur því að Samfylkingin bara nær sér ekki, sko, hún náttúrulega hrundi eftir hrun og fór alveg niður í 5% á landsvísu, hefur náðu sér einhver leyti en mjög lítið, undir 10% í þingkosningunum núna í haust. Já. Og svo virðist eins og sko sveitarstjórnarstigið sé að elta þetta, þegar maður skoðar þetta saman, að þá bara hrörnunin og sveitarstjórnarstiginu er minni og seinni en hún þarna. Já, ég held að sé kannski þetta sem maður sér bæði vestanhafs og í Evrópu að þessi slæðu stjórnmál eða hvað að kalla elítu stjórnmál Samfylkingarinnar, þetta of mikið af mennta fólki sem hefur það gott og má kalla sófakoma en hvorki tengir við alþýðuna nógu vel né alþýðan við hana. Ég held að það sé það sem að sósíalistum hefur tekist miklu betur að tefla fram alvöru, annarkvort alvöru verkalýðssinnum, alvöru vinstri mönnum og jafnvel töluvert úr þeirra hópi. Þannig skröldir hann. Og ég skjóta inn tilgáttu. En ekki þetta. Sko, ég ætla ekki reyndar að andmæla því sem að Gísli var að segja. Ég held hins vegar að hluti af skýringunni sé tæknilegri. Það var nefnilega þannig fyrir síðustu þingkosningar að þá kom mjög áhugaverð könnun sem sýndi að Samfylkingin, það hefði orðið svona algjör kynslóðaskil í kjósendum Samfylkingarnar. Samfylkingin fór frá því að njóta sko 1% stuðning hjá hópum 25 upp í 25 ára í það að vera með 19%. Og það sem þetta mjög erfitt við þann kjósendahóp að það er mjög erfitt að fá hann til að mæta á kjörstað og ég held að það sé það sem hafi örugglega gerst hjá Samfylkingunni núna af því að þau eru einfaldlega komin í þá aldurssamsetningu af kjósendum sínum að það verður mjög mikil áskorun að fá fólk til að mæta og við sáum þetta til dæmis hjá Pírötum mjög lengi vel, þeir hafa alltaf verið í miklu vandræðum með sína kjósendur að koma þeim á kjörstað og þeir núna raunverulega skekkjan frá því hver niðurstaðan í skoðanakönnunum og hvað þeir fengu í kosningunum, hún orðin minni og það væntanlega vegna þess að aldurshópurinn þeirra aðeins að eldast. En ég ætla ekki að handla því sem Gísli var að segja, en ég held að þetta sé tæknilega ástæðan. En Gísli, ég vona að sambandið sé orðið betra núna. Það sem þú ert að segja að þetta svona bramíska vinstrið, það verður klerkastétt sem að stýri því og yfirgefur alþýðuna. En þegar maður talar þetta við samfylkingafólk þá segir það að alþýðufylgi, hverjir verkalýðsfylgi, það er ekki verkamaður eftir og þeir verkamenn sem eru bara pólverjar. Þannig að sko, þessi flokkar, bæði hér heima og erlendis, líta svo á að það sé ekki hægt að vera með sama sjónarhorn og áður var vegna þess að sko verkalýðurinn eða alþýðan bara orðin svo fáliðuð, þannig að þú getur ekki rekið stóra flokka á þessu. Er þetta rangt mat hjá þeim eða þurfa þeir bara að endurskoða það hvað alþýða, hvað lágtekjufylgi og horfa til þess að geta nært sig eða þetta rétt mat hjá þeim að það sé bara að eins og oft sagt og þið hafið allir heyrt að eina leiðin raunverulega að berjast fylgið á miðjunni.
Já, ég held að sé rétt hjá þér að þetta sé rangt mat hjá Samfylkingunni. Hún á að horfa meira, finnst mér, ef hún ætlar að vera alvöru stór vinsturflokkur, þá á hún að horfa meira á lágtekjufólk og fólk í ýmsum störfum sem er ekki, hátekjufólk eða hefur það allt og gott. Þannig að ég held að það sem þú kallar bramísk gildi eða bramíska vinstrið, já, það er kannski það sem ég kalla slæðu stjórnmál eða sófakoma sem var kallað hérna í gamla dag. Ég er bara kurteisari, Gísli, ég er bara kurteisari, reyna að finna fín orð á þetta. Einmitt. Herðu, Guðmundur, hvað er Samfylkingin í vanda? Þau verða fyrir vonbrigðum með hverja kosningarnar, þau voru vonbrigðum með, höfðu vonum að ná hærra í þingkosningunum 2017. Þau höfðu meiri hluta sem að þau hafa, Samfylkingin hefur leitt, hafa verið felldir í Reykjavík 2022, 2018 og 2014. Þeir eru fyrir vonbrigðum með þingkosningarnar núna í haust, miklu vonbrigðum. Í hvaða kreppu er Samfylkingin? Sko, Samfylkingin það er svolítið merkilegt ef maður hugsar að förum aðeins bara, þú nefndir hérna nokkuð dæmi vonbrigði þeirra. Í seinustu þingkosningum að þá þrátt fyrir það að mörgum vinstrimönnum fannst Vinstri græn hafa svikið sig með að gangi samstarf með Sjálfstæðisflokknum, þá hefði maður haldið að þarna væri tækifæri fyrir Samfylkinguna að ná því vinstrafylgi tilbaka, þeir meira að segja fengu þingmann frá Vinstri grænum yfir til sín. Það gerist ekki Vinstri græn, þó að Vinstri græn hafi tapað, að þá voru þeir samt stærri en Samfylkingin. Og það er alveg hróðalegt sjokk hlýtur að hafa verið fyrir þau að gera það. En sögulega, Guðmundur, þá er eiginlega róttækari flokkurinn, ef við erum að tala um alþýðuflokkinn og alþýðubandalagið, þá var alþýðubandalagið alltaf stærra. Það er bara Samfylkingin fram að hruni, eða rétt fram yfir hruni, sem var stærri heldur en róttækari flokkurinn. Það er rétt. Ég held að það er svona, ég myndi segja 15-20% ef ég er að slá núna og ég held að sé hærra hjá yngra fólki, mun hærra hjá yngra fólki, af kjósendum eru vinstrimenn, það sem ég kalla vinstrimenn með stóru vaffi. Og þetta eru ekki svona meðal kratajónar, Þetta er ekki hægri kratar, ekki einu sinni svona hófsamir kratar. Þetta er fólk sem er vinstra fólk. Þetta fólk er núna að dreifa sér á marga flokka. Sósíalistar eru gott dæmi sem að taka töluvert fylgi þarna. Flokkur fólksins hefur verið að gera það hluta. VG gerir það, þessi kjarni VG á höfuðborgarsvæðinu var einmitt þessi róttæka vinstri og þeir eru að hverfa bara á höfuðborgarsvæðinu. Samfylkingin var að reyna, Samfylkingin fór allt og langt til hægri og margir vinstrimenn hafa ekki fyrirgefið þeim það og treysta þeim ekki þess vegna. Þannig að ég held að þó að þeir séu með heiðarlega vinstrimenn, sérstaklega á þingi, að þá tekst þeim ekki vera sannfærandi þarna á vinstrivagnum, en ef þeir ætla að verða stórir aftur, þá verða þeir að hafa bæði inn í vinstri og yfir á miðjuna. Á miðjan er orðin svolítið brjáluð samkeppni, svona klassískir hægri kratar eru margir að kjósa Viðreisn. Þó að Viðreisn sem er mörguleyti mjög hægri sinnaður flokkur, sérstaklega í efnahagsmálum, þá er hann hægri flokkur með svona frjálslyndar skoðanir í málefnum, öðrum málefnum, félagslegum málefnum. Mjög frjálslyndar skoðanir. Þeir veifa því fulltrúum sem eru hommar og lesbíur og þeir eru með innflytjendur og móti innflytjendafordómum og allt það. En mjög hægri sinnaðar skoðanir. Þannig að þessi félagslegi þáttur hjá Viðreisn, það höfðar til svona hægri krata, þannig að þeir eru að tapa í þá átt. Þeir eru að tapa ákveðnu leyti miðjafylgi yfir til Framsóknar líka, sem er allt í orði ægimennurornir, sérstaklega þar sem er ákveðin þreyta með meirihlutann í borginni. Og svo eru þeir að tapa til vinstri og eru ekki að taka tilbaka vinstrafylgi sem hefur verið að yfirgefa VG.
Þannig að það verið að sækja þeim úr öllum áttum. Svo var mjög athyglisverður punktur sem kom hérna áðan. Ég held að það hafi verið hrikaleg mistök sem má rekja aftur til 10. áratugarins, að þá voru þeir sko fyrirverar Samfylkingarinnar, og Samfylking verður svolítið til upp úr því, að þá voru búnir til svona samkrulls-vinstri listar sem eru sumir á lífi enn þann dag í dag. Til dæmis fjárðalistin á fjörðunum. Og Í-listin, það ekki Í-listin sem er að vinna góðan sigur á Ísafirði, hann hluti af þessu? Hann hluti af þessu og það svona hrærigrautslistar og það rétt sem var bent á hérna áðan að sko ef þú ert framamaður í sveitafélagi fyrir svona samkrullslista, ef þú ert ílistamaður í meirihluta á hérna Ísafirði, þá er miklu erfiðara fyrir þig að vera að berjast fyrir Samfylkinguna eða einhvern annan flokk á kjörtímabilinu vegna þess að þú ert fulltrúi Í-listans, ekki fulltrúi Samfylkingar, taka sem dæmi vegna þess að ég alveg viss að það Samfylkingafólk í Í-listanum. Þannig að þeir tapa alveg gífurlega þessu akkeri. Þó þeir séu með sveitastjórnarmenn sem eru félagar í flokknum, þá tapa þeir þessu akkeri og þessa sýnileika á sveitastjórnarstiginu sem virðist vera Samfylkingin sé að hverfa mörguleyti sem eins og var bent á áðan, sem stjórnmálaafl undir sínu nafni, en þeir séu ennþá í leifunum af þessum samkrullslistum. Og ég held að það skapið þeim alveg gífurlega mikið vandamál. Þannig að til að summa þetta upp að þá sko Samfylkingin í vandræðum sko í hvaða átt sem úr að líta. Sveitarstjórnarstigin, þreyta með borgarstjórnarmeirihlutann og Dag, tapa til hægri, tapa til Viðreisnar, tapa til miðju hægri fylki, tapa til Viðreisnar, tapa til Framsóknarflokksins núna og svo tapa til vinstri til sósíalista og að missa verkalýðshreyfinguna, að vera tök sín á verkalýðshreyfingunni, þeir eru að missa. Og til þess að svona ljúka þessari svona greiningum minna á Samfylkingunni, þá líka það. Þetta mjög athyglisvert, þú nefndi bramíska vinstrið, svo við notum það kurteislega, það mjög mikið til í því að sko þeir eru búin að afskrifa verkalýðshreyfinguna að mörgu leyti og líta, þetta orðið, Samfylkingin mörgu leyti orðin flokkur opinberra starfsmanna, kennara, hjúkrunarfræðinga og svo framvegis. Og þeir líti ekki á að verkalýðurinn skipti máli lengur og það er alveg snarvitlaus hugmynd og ef maður skoðar svona skoðanakannan sem að reyna að greina fylgi Samfylkingarinnar að þá eru þeir ekkert með að fylgi hjá tekjulægstu hópunum. Þeir eru bara ekki. Það breyting sem hefur orðið á þessari öld, ef maður skoðar fylgi Samfylkingarinnar í fyrstu kosningum þessar aldar, 2003, og svona inn á 2007, að þá voru þau með ágætis stöðu hjá lágtekjufólki, en það eiginlega alveg horfið í seinni tíð. En Kristinn, það var tilraun, má horfa á það, sem var núna. Samfylkingin vann á eiginlega bara í einu kjördæmi og það var í Hafnarfirði. Þar birtist bara gamall krati, sem að mér sagt að hafi aldrei sagt Samfylkingin, heldur bara alltaf við jafnaðarmenn og jafnaðarmannaflokkurinn, þannig að við örugglega háð kosningabaráttu sem að var kannski sem að þeir gömlu mennirnir, Gísli og Guðmundur eru að kalla eftir að kratarnir tali svona eins og þau gerðu í gamla daga, hann gerði það og svo erum við með tap sem svona alvarlegt tap í Reykjavík, það sem er kannski líkara slæður stjórnmálunum, svo að ég noti það orð. Er þetta einhvern veginn svona merki svona einhverja tilvistakreppu Samfylkingarinnar að Samfylkingin sé svona einhvern veginn hálf bökuð kaka þegar að hrunið kom og svona verður svona átök í stjórnmálunum að það eru svona leifar af einhverju gömlum hugmyndum hvernig það ætti að vera og svo eru þeir að reyna að vera eitthvað og þetta ekki alveg að ganga upp í þeim. Já, ég meina ein helsta kenningin hvernig stjórnmálaflokkar hrynja gengur út á það að stjórnmálaflokkur færi sig smám saman í einhver átt, svona hægt og rólega. Svo verða einhvers konar hrun eða einhvers konar krísa í stjórnmálunum og þá fer fókusin allir á þennan flokk og fólk fyrir að fylgjast með og þá fattar fólk þetta ekki gamli flokkurinn minn, hann komin eitthvað allt annað heldur en ég held að hann væri.
Og ég held að það sé svo sem ekkert fráleit skýring á þetta með sem Samfylkingunni að þú veist, Samfylkingin færi sér smátt og smátt svolítið til hægri, síðan kemur hrun, þau taka við, þau stýra því að mörgu leyti ágætlega, en fólk svona sér, þú veist, þetta bara ekki sami flokkur, þú veist, og ég sá fyrir mér og hef verið að styðja í einhver tíma. Þannig að það svona oft skýring á því að þeirra flokkar sko gjörsamlega hrynja í fylgi og það er vegna þess að það fært sig einhver átt, fólk tók ekki alveg eftir því og síðan allt í henni kemur einhver krísa, mikið álag á þeim og liggur mikið undir og þá er fólk að horfa hann og bara einhvern veginn tengir ekki almennilega við sko. Og varandi sko eins og í Hafnarfirði, ég meina hefur komið átna, ég meina margir voru að segja að fólk var að leita aftur í það gamla og einhvern veginn bara vildi svona meiri reynslu eitthvað í stjórnmálum sko. Það getur vel verið. Mér varst nefnilega, ég held að einu af skýringunum sem við þurfum að horfa til í þessum kosningum með dræm kosningaþátttaka, eins og vorum að tala rétt á það. Og hvaða áhrif hefur það á úrslit kosninga? Hvaða hópar eru það sem að mæta ekki? Er það yngra fólk, er það innflytjendur, er það lágtekjuhópar sem eru líklegir til að mæta ekki? Ef að svo ef þetta eru meira og minna lágtekjuhópar, innflytjendur eða ungt fólk þá er nú ekkert skrítið að Framsóknarflokknum gangi vel í kosningum sko, af því að hans fylgi meira og minna eldra, tekjuherra og svo framvegis. Þannig að það er kannski ekki að leita nettur og svona langt og það getur þá líka skýrt staði þar sem að eldri frambjóðendum og þekktar í gangi betur ef að flestir kjósendurnir eru eldri. Af eldri kynslóðum og sjá eitthvað kunnulegt og bara já, byrju, ég kaust þennan hérna fyrir löngu, frábært, hann kom aftur. Og meðan unga fólki mætir ekki á kjörstað og þá er það ekkert að velta vöngum yfir skiptir enga máli og það kannast ekkert við einhverja gamla herta sem eru að mæta á svæðið. En þá ertu að tala ef að það er þannig að minnkandi kjörsókn skýrist á því að það sé yngra fólk, innflytjendur og lágtekjufólk sem að mætir síður og hefur bara minni áhuga og minni trú á stjórnmálin, að stjórnmálin skipti sig ykkur máli, eru kannski margsvikin af stjórnmálunum, að þá erum við náttúrulega að tala um stjórnmál sem snúa ekki að þeim hópum sem að helst þarf að gera eitthvað til þess að bæta stöðu. Þannig að þá erum við, sko, alþýðu stjórnmálin eru eiginlega bara horfinn sko. Ef það er rétt, ef það er rétt, nú ég ekki séð hennar tölun, ef það er rétt að það eru þessir hópar sem að mæta ekki og þeir eru svona líklegir til að kjósa til vinstri heldur Framsókn, þá getur það skýrt þessa niðurstöðu og kosningin í morgun kjördæmum sko og líka bara þokkalega stöðu. Ég meina, þótt að Sjálfstæðisflokkurinn að tapa við, það er alveg rétt hjá Bjarna, þeir tapa bara 6 sætum á landsvísu, þeir eru ennþá með 110 sveitarstjórnarmenn, bara, þú veist, í nafni Sjálfstæðisflokksins og það er, þú veist, þeir eru að tapa mjög miklu frá, held ég, svona 30 fulltrúum frá 1990 eitthvað svoleiðis á heildina yfir landið. En já, ég meina, og við vorum ekki að tala um það, ég meina, ein skýringin á kannski slökugengi Samfylkingarinnar, ein kenningin sem að fólk eru hægt á lofti, er að þeir hafa einhvern veginn mist tengslin við fólk og félagasamtök og svo framvegis. En ég á pínlítið erfitt með þá skýringa því ég held að það einu bara við alla flokka. Ég held að almennt hafi allir stjórnmálaflokkar voru í meiri tengslum við fólk og félagasamtök bara fyrir 20 árum, jafnvel tala ekki 30 árum sko. Meira þess að Sjálfstæðisflokkurinn var með verkalýðsráð og tengsl inn í verkalýðshreyfinguna á sínum tíma. Þú veist, öll þessi tengsl hafa meira og minna rofnað, það er miklu minna. Þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er víða í heiminum að sem hafa orðið tengsl stjórnmálaflokka bein við félagasamtök, verkalýðshreyfingu og almenning, bara opnir fundir og þú veist, í gamla daga var haldin skemmtidagur á stærstu böllland sem stundum voru bara á vegum stjórnmálaflokka. Þetta hefur bara minnkað gríðarlega mikið á síðustu áratugum og ég á pínlítið erfitt með að sjá sko af hverju ætti það að hafa meiri áhrif á Samfylkinguna heldur en einhverja aðra flokka. Það kann að vera, þú veist, maður gæti komið það með einhverju kenningu að hinir flokkarnir séu ríkari, einhvern veginn betri að nýta sér fjölmiðla, hafi betri aðgang að þeim og svona vegis. En maður hefði haldið að það ætti nú bara að hafa svona svipuð áhrif kannski á flesta flokka. En kannski er það bara einn besta skýring, ég væri þá bara að segja að verkalýðshreyfingin var algjört akkeri og nauðsynlegur liður í því að vinstriflokkurinn gæti gengið vel í stjórnmálum. Og að það rof sem var þar, að það skýri á stóru hluta verra gengi vinstriflokkanna, einhvern veginn verkalýðshreyfingin, einhvern svona lykilhlutverki eða allt öðruvísi hlutverki heldur en kannski einhver önnur félagasamtök. En ég held samt að það sé eitt af stórum málunum áfram og einu stóru niðurstöðunum í þessum kosningum er að það er áfram áberandi gjá milli almennings og stjórnmála. Það sem við vorum svona slæðið stjórnmála svo framvegis sem meina elitisma og það er ekki bara hér. En það er áfram gjá milli almennings og stjórnmála, það er lítið traust á stjórnmálum, dræm kosningaþátttaka og það heldur áfram að fara niður.
stjórnmálaflokkarnir ekki að ná til stórra hópa, ekki að samfara fólk að þetta sé nógu mikilvægt til þess að labba 5 mínútur hérna í hverfinu sínu og henda miða ofan í kassa á 4 ára fresti, nenni því, ekki einu sinni því og eru bara mjög, þú veist, mér sjáum það bara skorkunum, traust til borgarstjórnar Reykjavík mjög lágt og hefur farið lækkandi jafnvel á undanförnu. Þannig að það líka bara, þú veist, þessi tengsl stjórnmála og almennings og félagasamtaka hafa veikst á undanförnum áratugum, þrátt fyrir hrunið, þrátt fyrir öll þessi fögru fyrirheit sem við heyrt frá öllum stjórnmálaflokkum að nú þurfum að brúa þessa gjá og mynda traust á stjórnmál sem framvegis, það var því miðað óskaplega hægt. Já, ég held að sé nokkuð til í þessu hjá Kristni að sko þetta á við alla þessi dræmari tengsl við félagasamtök og kannski má horfa til þess að ein virkustu félagasamtökin í dag eru íþróttasamtökin og þar eru framsóknarmenn og sérstaklega sjálfstæðismenn dálítið sterkir oft þegar þarf að smala eða mynda hópstemningu. Já. Ég með, ef ég má koma aðeins með þessa tengingu við félagasamtök, ég held að sé mjög mikið til í þessu og Kristinn var alveg hárrétt hjá honum að þetta akkeri sem að vinstri flokkarnir höfðu í verkalýðshreyfingunni, alþýðuflokkurinn og alþýðubandalag á sínum tíma, var þeim algjörlega lífsnauðsynlegur. Og ég held það að það sem svona merkilegt það að sko auðvitað þekki ég vel til Sósíalistaflokksins, þar sem ég hef unnið með honum núna alveg frá stofnun, að þar verið að gera tilraun til þess að endurreisa þessi tengsl milli samtaka almennings, bæði þá innan verkalýðshreyfingarinnar, byggja nýja róttæka verkalýðshreyfingu upp aftur, en líka samtök fátækra, leigjenda og svo framvegis og svo framvegis. Þarna verið að gera tilraun til þess að fara tilbaka inn í þessi tengsl, inn í samfélagið. Og það virðist allavega virka að hluta en ég held að það séu allavega möguleikar að endurreisa þessi tengsl allavega svona róttækra stjórnmála við almannahreyfingar. Alli, við kemum til þín með samfylkinguna í hálfgerðum henglum, þeir eru ekki búin að fara manna mildum höndum hérna félagarnir. Nei, ég meina samfylkingin í vandræðum. Sko, ég held að séu margar skýringar á þessu. Ég held reyndar að þessi tæknilega skýring að aldurssamsetning kjósenda þeirra að breytast mikið hafi áhrif og þau þurfa að taka það inn í myndina. Það þarf að fá út fólk til að kjósa meira vegna þess að þau urðu fyrir, þú veist, þau einn af þeim flokkum sem í síðustu kosningu var fyrir innflögs á ungu fólki. Og það auðvitað jákvætt, það það sem allir flokkar vilja en það breytir uppbyggingu kjósendahópsins. Það er líka þannig að flokkurinn hefur kannski ekki átt mjög sterkan leiðtoga. Það svona lítur út fyrir það að Kristrún geti tekið við því kefli og hún kærir sig það. En sko það er náttúrulega líka þegar Blair var að vinna aftur og aftur í gamla daga og menn töldu Blair hafa fundið einhverja gullna formúlu að þá var auðvitað sigur hans að miklu leyti fenginn með alltaf dræmari kosningaþátttöku vegna þess að hann hafði náttúrulega eilíðað svolítið af fólki en hægrið í Bretlandi var í hálfgerðum tætlum og nú sjáum við það að þetta er svona legacy vandamál verkamannaflokksins þar og ég get alveg trúað því að samfylkingin verði í vandræðum með þetta áfram og þá skiptir náttúrulega máli hvernig þeir spila úr kosninganiðstöðum af því að stundum svolítið svona vinstra megin að menn eru of fljótir að nálgast niðurstöðu kosningana eins og lúsera í staðinn fyrir einhverja sem þurfa bara að semja sig frá henni en þú veist, ég samt tek alveg undir að það ákveðin svona element við samfylkinguna sem að kannski gera það verkum að maður veit ekki alveg hvernig svona hefðbundin einstaklingur á að taka þátt. Og ég held að það sé mikill veikleiki í þeirra sko flokk og auðvitað eru margir aðrir flokkar sem að eiga við þann veikleika að stríða en ég held að það sé eitthvað sem samfylkingin þurfa að spyrja sig að bara hvernig kemur inn að göttinu og tekur þátt sko. En varðandi svona tengingar að þetta eru náttúrulega flokkar sem byggðust upp af verkalýðshreyfingunni. Verkalýðshreyfingin var til fyrst, svo eru þessi flokkar til
og þessi flokkar ráku náttúrulega alla síðustu öld sína eigin fjölmiðla til þess að geta átt í einhverjum samskiptum og bara geta, en síðan svona á nýfrjálshyggjarunum þá trúðu því annars vegar að verkalýðshreyfingin ætti ekki að vera í pólitík, heldur ætti hún bara að semja kaup og kjör og síðan ættu þau bara að kjósa sérstaklega pólitíkina og flokksblöð ættu ekki að vera til, þau var einhvern veginn spillt og núna sitja þessi flokkur uppi með enga verkalýðshreyfingu, ekki tengst við hana og verða eiginlega að koma sínu fram í fjölmiðlum sem auðveldir ykkur, þannig að þeir eru byrjað að spila alla sína leiki á útivelli. Getur það verið svona ástæðan að svona það svæði sem að sko vinstri gat verið á eiginlega ekki til lengur? Já, ég held reyndar að það spili mikið inn, það veikir auðvitað maskínuna, veikir getur flokksins til eða flokkana til að senda skilaboð, veikir þá til að útskýra flókin mál, en svo líka eitt kannski sem að mér finnst svolítið einkenna samfylkinguna orðið og ég ætla nú að segja að mér finnst ungu þingmenni sem hafa komið hafa fært hana svona í betri átt þar, en það sögulegt hlutverk krata, eða sósíaldemókrata að vera sko að leggja ofsalega áherslu á það að sameina millistéttina og verkamannastéttina gegn auðstéttinni. Það sögulega hlutverki. Sögulega hlutverki ekki hvort þú vilt gangi í Evrópusambandið eða eitthvað slíkt. Og kannski, ef ég má bara tala, fyrir mig, sko, stundum finnst mér eins og leiðtogar flokksins, og þá ætla ég að taka Jóhann Pál og Kristrúnu alveg sérstaklega út fyrir sviga þar, þau eru ekki í segum þetta, muni ekki alveg þetta hlutverk. Þetta sögulegt hlutverk sósíaldemókrata og þannig ná vinstriöflin árangri vegna þess að þeir spila sitt hlutverk og ekki einhvern veginn að agnúast út í það að aðrir séu allt og vinstrisinnaðir og eitthvað svona. Ok, herðu, Gísli, þá það Sjálfstæðisflokkurinn. Hann fær högg, og það kannski sumir vildu að það hefði verið meira, en hann að tapa mjög víða og ef við tækjum sko samanburðinn á Framsóknarflokknum, ég veit ekki, veist, að fyrir kosningarnar að þá var í sveitarfélögum sem með yfir 2000 íbúa, sem held ég 23, að þá var Sjálfstæðisflokkurinn með 83 fulltrúa, misti 8 fyrir 75, það hljómar ekkert svo slæmt, en Framsóknarflokkurinn var með 32, með 51 og eftir, þannig að Framsóknarflokkurinn eiginlega bara farin að nálgast Sjálfstæðisflokkinn og ég segi þetta vegna þess að eins og hvernig Bjarni Benediktsson bregst alltaf við kosningaúrslitum, hann segir alltaf að Sjálfstæðisflokkurinn stæðstur, en hann alltaf að vera minna og minna stæðstur, hann að síga niður og svo þegar verða svona einhverju aðrir sem ná einhverju flugi, þá þessi svona yfirburðastaða hans að versna. Kristinn var að tala að sko flokkar verða fyrir hruni þegar þau fjarlægast hægt og bítandi svona eitthvað, svo kemur eitthvað áfall og þá segja menn þetta ekki gamli góði Sjálfstæðisflokkurinn, það hugtak sem var til eftir hrun, sem Styrmir og Ragnar Önundarson og fleiri svona eldri gagnrýnir sjálfstæðismenn notuðu, sem akkurat þessi tilfinning sem Kristinn var að lýsa, að allt í einu flokkurinn orðin eitthvað allt annað. Sjálfstæðisflokkurinn í hættu á því að verða fyrir einhverju slíku, einhverju svona alvarlegu áfalli? Þetta orðin ólíkur flokkur heldur hann áður var þegar hann byggðist upp? Það annað við má vitna aftur í Bjarna sem mér finnst athyglisvert hvernig hann bregst við þessu. Hann alltaf að tala stærðina og ég hugsa alltaf með hann að tala svona og segja Bjarni minn, það var ekki þú sem bjóst til þessa stærð. Þú erfðir flokks var miklu stærri en þetta. Þannig að síst af öllu ætti þú að vera stærri af stærð Sjálfstæðisflokksins því að þú ert að minnkan. Þú bjóst aldrei til þessa stærð. Þú varst ekki það var varla að þú væri fæddur þegar hann var orðið svona stór. Hvað að gerast með Sjálfstæðisflokkinn, Gísli? Já, ég held að þetta sé rétt. Þetta mjög trúverðug kenning hjá Kristni að menn taki allt í einu eftir að flokkurinn þeirra gamli horfinn eða orðinn mjög breyttur. Og ég sé þetta kannski betur í því ljósi að ég hef verið að hlusta á gamla ræður Ólafs Thors. Þannig bara fyrir tilvíðuna að ég fann þetta í bílnum hjá mér og ætlaði að gefa bróður minni sem íhald. En fór að hlusta á þetta sjálfur og það náttúrulega allt annað að hlusta á Ólaf Thors í gömlu ræðum þar sem hann höfðar til margra ef ekki allra stétta í svona allt frá náttúrulega nýsköpunarárunum og svona sameiningatímum.
og þá var þetta alveg fjöldahreyfing sem ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé að verða síður en áður. En auðvitað alveg rétt hjá Bjarna, hann ennþá stærstur og Áslaug Arna kom með dálítið góða samlíkingu, ég held í Sprengisandi í gær, sem hún sagði að þetta væri eins og að spila með forgjöf, að Sjálfstæðisflokkurinn alltaf dæmdur harðar en aðrir af því að hann minna stærstur en hann var, sko. En ég bæði held og vona að Sjálfstæðisflokkurinn sé að missa sitt svona fjöldafylgi og fjöldaskírskotun og það náttúrulega því að þeir hafa farið illa ráðið sínu og höfða minna til alls almennings og meira til þröngshóps sérhagsmuna þröngshóps sérhagsmuna og Bjarni auðvitað tók við flokknum stórum eins og segir, en hann auðvitað tók við honum bara rétt eftir hrun, ég held í febrúar 2009 eða apríl 2009, rétt fyrir kosningar sem voru í apríl 2009, þannig að hann tók þetta við flokknum á mjög erfiðum tíma, það verður nú að segjast. Já, og hann hafiði smá vonum að ná honum upp í stjórnarandstöðu við ríkisstjórn Samfylkingar og VG, en þá kom dómurinn, EFTA-dómstóllinn sem að Framsókn stal eiginlega glæpnum og síðan hefur eiginlega Bjarni ekki náð flokknum á flug, hann eiginlega aldrei risið upp og orðið svona í fyrri hæðum í neinni könnun eftir stjórnarandstöðuna á móti ríkisstjórn Samfylkingar og VG. En Guðmundur, varðandi það mikilvægi þess að vera með festu á höfuðborgarsvæðinu, það var alltaf sagt að Reykjavík væri höfuðvígi Sjálfstæðisflokksins, en líklega hefur það ekki verið raunin bara frá því R-listinn náði völdum af Sjálfstæðisflokknum 1994. En ég pröfaði að reikna sameiginlegt fylgi af því að ein kenningin svo að sjálfstæðismennirnir eru bara búin að flytja í úthverfin. Þeir eru búin að flytja í Garðabæinn og Kópavoginn og Hafnarfjörðinn og búa ekki í Reykjavík. Í Reykjavík situr bara, þetta svona inner city vandamála, sita bara eftir vinstrimennirnir í Reykjavík og þessu fluttir. Þannig ég tók saman stöðu flokksins í Kraganum og Reykjavíkurkjördæmunum annars vegar í þingi og svo í öllum sveitarfélögunum áður. Í upphafi árið 2003 þá var flokkurinn með 37,4% á þingi, en núna hann með 25,7%, þannig að það hefði töluverið mikið, það hefði 12% stig farið og hann var með samanlagt fylgi á höfuðborgarsvæðinu í sveitarstjórnum var hann með 41,7% og hann núna komin í 29,3%, þannig að þessi sömu 12% stig hafa farið. Ef maður skoðar hann, ég dundaði mig við það að skoða hvernig hann orðin sterkari út á landi, sérstaklega á þegar Framsóknarflokkur var veikastur, þá var Sjálfstæðisflokkur orðin sterkar út á landi sem getur náttúrulega haft áhrif á hvernig flokkar móta stefnu sína. Heldur að þetta hafi áhrif á flokkin, að hann sé ekki með þessa svona yfirburðarstöðu á höfuðborgarsvæðinu þar sem að 2/3 pluss hlutar landsmanna búa? Ég held að það var sagt í gamla daga að fyrir Sjálfstæðisflokkinn væri mikilvægasta akkeri þeirra stjórnmálalega, það var Reykjavík. Það skipti meira máli að halda meiri hlutanum í Reykjavík heldur en hvort þeir væri ríkisstjórn eða ekki. Ríkisstjórnir koma og fara, þeir vita að þeir komast aftur í ríkisstjórn seinna, en Reykjavík var algjörlega lykilstaður. Í dag erfitt að teikna meiri hluta í Reykjavík með Sjálfstæðisflokknum borð. Það nær vonlaust. Sjálfstæðisflokkurinn það komin í þá stöðu að má segja það ekki meiri hluti, það stór meiri hluti Reykvíkinga vilja ekki hafa þá í stjórn. Það bara svo einfalt. Síðan þannig að Sjálfstæðisflokkurinn búin að missa þetta akkeri og það rétt að menn búin að gleyma því að þó hann hafi til dæmis stjórna núna í Kópavogi og Hafnarfirði nokkuð lengi, að þá var hann með töluvert fylgi á þessum stöðum, en þá bara vinstrimenn höfðu náði því að sameinast betur og þá oft með Framsókn sem að núna hefur verið að starfa til hægri í þessum bæjum. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað í ákveðinni kreppu. Svo finnst mér sláandi, og þetta ætti að vera áhyggjumál sjálfstæðismanna, að meðal yngsta fólksins flokkurinn bara hrikalega óvinsæll
Og þá erum við ekki bara að tala það að, eins og að sagt stundum í gamla daga, að menn eru róttækari ungir og verða síðan íhaldssamari með árunum, þess vegna séu hægri flokkar með meira fylgi hjá meðal eldra fólks. Sjálfstæðisflokkurinn lifir á eldra fólkinu. Miðaldra fólki og eldra fólki algjörlega lifir á því. Í Reykjavík þegar voru reyndar ekki alveg 100% marktakar tölur vegna þess að það þýðið í þeim tiltölulega smátt þegar voru að dreifis og aldurshópa. En þá verið að sýna sjálfstæðisflokkurinn sko í einstafstölum meðal yngstu kjósendana. Það voru til dæmis ein könnun sýndi sósíalistaflokkin 50% sterkari meðal yngstu kjósenda, sósíalistaflokkin heldur í sjálfstæðisflokkin. Píratarnir eru þar gífurlega sterkir og ég sé ekki þetta er ekki bara þetta róttæka unga fólki íhaldsamara eldra. Þetta eru svona held ég ákveðin vatnaskil í stjórnmálum og sem að sjálfstæðisflokkurinn ætti að hafa mjög miklar áhyggjur af. Og ég held það að þetta langtíma vandamál fyrir það. Hann ekki þessi fjöldahreyfing, hann hefur orð á sér sérstaklega hjá yngra fólkinu sem ekki fast í þessum ekki fast í þessum íþrótta fílingi, þú gengur í stjórnmálaflokk og heldur með þínum flokki gegnum þykkt og þunnt, að þeir eru ekki lengur í því, en yngra fólkið, það bara sér hann sem skerspiltan stjórnmálaflokk sem að þeir hafa engan áhuga og ég sé það ekkert breytast. Ég held að það stóra vandamál Sjálfstæðisflokksins. Kristinn, ég ætla að koma með eitt til þess að bæði Atli og Guðmundur hafa verið að nefna þessa kynslóða breytu og þegar að Tony Blair og Clinton og félagar þriðju bylgjunni voru upp á sitt besta, að þá var þessu trúað að unga fólkið í borgunum, það styður okkur, þannig að núna þurfum við eiginlega bara að bíða og við munum ná völdum. Það var svona eiginlega trúin á þessu tíma og hefur verið sagt svona eftir á að þetta hefur verið kannski leitt til þess að hafi vantað svona hugmyndalega endurnýjun hjá þessum mönnum. Þetta þannig að við þurfum bara að bíða aðeins og þá mun bara Sjálfstæðisflokkurinn hverfa? Af því að það eiginlega enginn undir 50 sem að kýsa þennan flokk. Sko, það alveg rétt að í mörgum löndum að þá stjórnmálaskoðanir og stuðningur í flokka eitt af þeir sem að breytist lítið yfir ævina af fólki. Það mjög margir sem að skipta bara ekki flokk. En það samt ekki þannig að enginn gera það og það verður oft einhverju svona viðburður á leiðinni sem að leiða til þess að fólk fer svolítið milli flokka. Og þú veist, ég sjáu það að Sjálfstæðisflokkurinn augljóslega lendir í því í hruninu að fylgi flokksins rinnur og nær því aldrei aftur upp í sömu hæðir og var fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn var með 60% í kosningunum í Reykjavík 1990, 24% núna. Þeir hafa ekki farið yfir 35 frá hruni. Það hafa ekki farið undir 40 held ég fyrir hrun, 40% bara í sögu flokksins í Reykjavík. Þannig að þar voru hrun og þar hrun komið til að vera og til flakki kannski eitthvað milli 24 upp í 30%. Og spurningin nær Sjálfstæðisflokkurinn því tilbaka. Það verður ekki verið að ganga sem stendur allavega og það menn geta leita í skýringar því, það vegna núverandi forystu, það vegna stefnumála, það vegna þess að þeir þurfa að endurnýja þessi tengsl við samfélagið, það allt gott og vel. En varðandi unga fólki að það alveg rétt að það kann að vera einhver bjartsýni fyrir flokkar sem eru mjög sterkir hjá unga fólki í dag, að það eftir að aukast. En menn þurfa líka að muna það, ég held að yngri kynslóðir eins og var nefnt eru minna í því að halda með stjórnmálaflokkum eins og íþróttafélög. Og þið sjáu líka bara þann fjölda flokka í mörgum löndum, það bara miklu fleiri flokkar í framboði. Miklu fleira fólk tilbúið til þess að færa sig á milli flokka núna heldur en það var. Kannski hluti til einmitt vegna þess að þessi tengsl hafa rofnað milli stjórnmálaflokka. Í gamla daga voru mjög sterk tengsl milli stjórnmálaflokka og almennings og fólks og það náttúrulega ef þú varst að mæta á ball tvisvar í mánuði hjá einhverjum stjórnmálaflokki og varst kannski ekki bara að kjósa eitthvað annað, bara mjög sterkum tengslum við viðkomandi flokk. Ef þetta algjörlega rofið, þá náttúrulega meiri líkur á því að fólk svona yfir lífsleiðina og kannski með þessi yfir styttri tímabil sé tilbúið til þess að færa sig á milli. Og svo má ekki gleyma því að ungt fólk verður síðan gamalt og þá breytast hagsmunir og það eignast börn til dæmis breytir oft algjörlega sín fólks á lífi og tilveruna og hagsmunir þeirra breytast alveg leið og svo framvegis.
Þannig að menn þurfa að fara varlega í það að lesa í það að bara bíða, sko. En það gefur náttúrulega betri fyrirheit að vera með 50% meðal ungs fólks heldur en að vera með 2%. Það segir þetta. Já. Atli, hvað hérna með þróunina á Sjálfstæðisflokknum? Heldurðu að talaði þetta var fjöldahreyfing en nú sé þetta hagsmunagæsla fyrir þrönga klíku, spiltur flokkur, á hann gæti grasrótin í Sjálfstæðisflokknum endurnýja flokkinn, sérðu það fyrir þér? Eða eru þau bara að horfa á að hann muni bara reyna að halda sér einhvern veginn á lífi með auglýsingum og ímyndarherferðum en halda raunverulega þessari svona stefnu sem er á núna að vera stjórnmála armur samtaka atvinnulífsins sem er félagsskapur allra ríkustu Íslendingana og allra stærstu eigandana í allra stærstu fyrirtækjunum? Sko, besta leiðin auðvitað til að halda áfram að veikja Sjálfstæðisflokkinn er að halda honum frá völd. Það sem heldur lífi í honum og heldur lífi í grasrótinu og heldur henni sáttri er að hann sé við völd. Og hér í Reykjavík sést auðvitað bara mjög vel hver áhrif þess að flokkurinn komist ekkert að valda eru. Þau geta aldrei haldið í oddvitana sína. Það verður svona róttækara og eða svona hugmyndafræðilegra fólkið sem að býður sig fram og svona púlíana talent verður alltaf þrengri og lélegri. Þannig að það er leiðin til að veikja flokkinn, bæði hérna í Reykjavík og þetta í landsmálunum. Þetta er ekki flokkur sem að lifir það af að vera í stjórnarandstöðu mjög lengi, vegna þess að þau verða að njóta ágóða þess að geta deilt út gæðum almennings. Hins vegar getur auðvitað grasrótin alveg endurnýja þennan flokk eins og aðra flokka. Auðvitað er það þannig að forystan er svolítið sterk innan flokksins en þó hann sé minni heldur en það var. En ég held að það þurfi samt svolítið mikið til að því að þú hugsar það bara, ef við leyfum okkur að hugsa að við ætlum að taka yfir einhvern stjórnmálaflokk í dag, þá líklega þyrftir þú kannski stærsta og sterkasta hópinn til að taka Sjálfstæðisflokkinn yfir. En það geti breyst mjög hratt ef að vinstri flokkarnir og miðjan skilja mikilvægi þess að halda flokknum frá völdum. Því að það styrkir hina flokkana. Það er eina leiðin til þess að þessi flokkur í raun og veru missi svona tangarhald sitt á stjórnmálunum og vald hans undanfarið hefur byggt á því að einhver flokkur sé tilbúinn að taka sín atkvæði og afhenda Sjálfstæðisflokkinn. Þetta er ágætis inngangur í síðasta flokki sem við ætlum að taka gísli, það er VG. Það er flokkur sem er tilbúinn að taka atkvæði sín og færa Sjálfstæðisflokknum. VG fær afhróð þótt að formaðurinn hafi verið að reyna að líta svo út að svo var ekki. Þetta væri nú eiginlega bara haldið sínu, mátti eiginlega heyra á sunnudaginn, en það var náttúrulega fylgdi ekki sögunni að flokkurinn hafi fengið algjört afhróð 2018. VG er núna bara með einn borgarfulltrúa á höfuðborgarsvæðinu sem er sama staða og var verið að lýsa að Framsóknarflokkurinn hafi einu sinni verið með og var ábendingu hversu illa hann stóð. Þetta er náttúrulega, þetta er algjör hörmungarstaða hjá VG út úr þessum kosningum. Já, ég var nú ekki beint hissa á því, en ég var svolítið hissa þegar Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í Silfrinu frekar en í Sprengisendi í gær fór strax að ýja því að flokkurinn myndi halda sig til hlés og draga sig út og veikja þar félagsöfnuöflin. Mér finnst það skrítin stefna og já, ég svo sem hefur lengi verið hissa hvað VG hefur tórað í þessu samstarfi með íhaldsöflum. Þannig að ég held að það sé bara veruleg existential hætta fyrir VG að bara flokkurinn hætti að vera til þegar allavega Katrín hættir. En byrju, af hverju heldur að Katrín hafi lagt áherslu á það að banna Líf að fara út í viðræður meirihluta? Já, hún svo ýjaði að þessu nokkrum klukkutíma áður en Líf tilkynnti þetta og ég held að það sé kannski bara það sem einhver kallaði að Líf hefði verið fórnað eins og peði fyrir drottningum. Mér fannst það dálítið góð skýring og samlíking. En hvað græðir Katrín á því að Líf verði ekki hluti af til dæmis félagshyggju eða bara erlista meirihluta hérna í Reykjavík? Hvað græðir Katrín Jakobsdóttir á því?
Já, hún græði kannski bara stundarfrið að flokkurinn hafi tekið mið af skilabóðum grasrótarinnar og hugsið sitt ráð, en ég held að verði bara stundarfriður. Ég held að þetta sé ekki nein góð stefna eða langtíma stefna hjá Katrínu eða Líf að gera þetta. Þetta var bara, að fórna peð fyrir drottningu og það skapar ekki neitt svona frið til framtíðar eða sókn fyrir flokkinn. Fjölnir Sæmundsson, sem formaður Landssambands lögreglumanna, var hérna í vinnuskútum á laugardaginn og hann mikill VG-maður. Hann sagði að það hefði verið sami friður í flokknum á meðan að kosningabaráttan gekk yfir, en hann byggist við það að átökin út af bankasölunum myndi byrja aftur og niðurstaðan í sveitarstjórnarkosningunum þannig að það má búast við einhverjum svona þokkalum slætti á grasrótinni í VG. Hún ósátt. Fólk hlýtur að vera ósátt út all land að kosningabaráttan þess og öll þeirra vinna sé eiginlega eyðilögð með svona tíðindum frá. Þetta fólki sem háði kosningabaráttuna 2018, bara nokkrum mánuðum eftir að ríkisstjórnin var mynduð og svo fá þau núna bankasöluna og þau hljóta að fara að hugsa að við verðum að fá frið til þess að stunda okkar pólitík í okkar heimabyggð. Já, ég held að þetta sé það sem að Gísli var að segja með fórna drottningu fyrir beð. Þetta útspil í Reykjavík að draga sig í hlé greinilega gert með það eina sjónarmið að hjálpa Katrínu og ráðherranum í ríkisstjórn. Svona að það sem alveg skelfilegt. Það greinilegt að Katrín og ríkisstjórnin þeir líta á það sem eina möguleika sinn. Það bara að þrauka í stjórnarstarfinu og halda því áfram. Þegar VG var stofnað, þá var þetta raun og voru þetta tveir stjórnmálaflokkar. Það voru svona tveir þættir sem voru bak við flokkin. Annars vegar voru það vinstri sinnar út á landi, getum kallað vinstri framsóknarmenn, sem voru búin að flýja samvinnufólk og Halldór Ásgrímsson var búin að gera Framsóknarflokkina hægri flokki. Þetta fólk vildi koma sér, þetta fólk var eitt akkerið mikið í kringu Steingrím Sigfússon. Hinn hlutin var róttæklingar í Reykjavík, á Reykjavíkursvæðinu. Og þessir róttæklingar voru, þetta var svona eins og maður segir róttæklingar með stóru R-i. Það sem hefur verið að gerast núna það að grasrótin sem voru róttæklingar á höfuðborgarsvæðinu, hún að hluta til ennþá eftir, en fylgið hrunið. Hugsið ykkur, gamla, í Kópavogi var Alþýðubandalagið aldrei með minna en 2 menn, fengu upp í 3 af 9, núna 11. Og vinstri grænir, þeir minnka í fylgi eftir afhróði fyrir 4 árum í Kópavogi og þeir bjóða fram fyrrverandi þingmann. Hafnarfirði minnkar fylgið og það ekki langt síðan að þeir voru með 2 fulltrúa í Hafnarfirði og bæjarstjóran. Þeir voru með bæjarstjóran í Hafnarfirði. Þeir eru fjarri því að ná á vopnum sínum þar. Og í Mosfellsbæ eru þeir búin að vera í stjórn með Sjálfstæðisflokknum í langan tíma og þeir eru horfnir þar. Það eini fulltrúin sem eiga eftir í Reykjavík og þeir rétt héngu á honum. Þetta eru þessi róttæklingarnir sem voru kjarni vinstri grænna á höfuðborgarsvæðinu, þeir eru komnir annað. Þeir eru komnir til sósíalista, þeir eru komnir til pírata, þeir eru komnir búin að gefast upp eða sita óanæðir ennþá í grasrótinni á VG og nenna varla að vinna fyrir flokkin. Þannig að VG í tilvistakreppu ef það að vera vinstri sinna flokkur, þá eru þeir búin að eyðileggja þann grunn með þessu samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn í ríkisstjórn. Og ég á voðalega erfitt með að sjá þeim koma út úr þessu vegna þess að þeir eru komnir með, fyrir utan hérna klassísku samkeppni við Samfylkingunum, vinstrafylki, að þá eru þeir komnir með samkeppni við
við sósíalista og pírata róttakafylkið og svo jafnvel með að vera í þessari hægri ríkisstjórn jafnvel þetta hófsama fylgi sem þeir höfðu kannski á höfuðborgarsvæðinu, það getur ekki bara best að kjósa Framsókn. Þannig að staðan en aftur á móti hinn þátturinn sem ég nefndi í upphafi tölum minna að landsbyggðarkjarni VG virðist hanga, þeir gera ágætt á Sauðárkróki, þeir hanga manni á Akureyri, þeir eru Múlaþingi með mann, þannig að það höfuðborgarfylgi sem var kjarnin í þeirra fylgi horfið. Alltaf á sveitarstjórnarstiginu, þeir náðu nú sæmilegri kosningu. Þeir náðu vopnum sínum að hluta í þingkosningunum í haust. Kristinn, myndirðu spá því að VG væri að lifa þá sögu sem þú lýstir áðan hvernig stjórnmálaöfl hverfi að þau smátt og smátt breyta stefnu sinni, svo kemur eitthvað áfall og þá segir fólk, býttu þetta ekki flokkurinn minn, má VG við litlu, einhverju svona áfalli til þess að kalla fram þessa þróun sem í hinni almennri kenningu hrun stjórnmálaflokka? Það ekkert útrúlega, ég átta mikið alveg, ég held að það sem svona blasir við að Vinstri græn ákveða að gera tilraun með að fara í ríkisstjórn með hægri flokki og þeim flokki sem þau hafa barið mest gegn í sinni stuttu sögu og úthúða á löngum tímum og þurftu að éta ofan í sig alls konar yfirlýsingur myndi aldrei fara með Sjálfstæðisflokknum og svo framvegis. Gera þarna tilraun það sem að kalla stéttamálamennu og bara mjög algengt að hafi verið reynt á Norðurlöndunum til dæmis. Það sem að var reynt að finna málamiðlun milli hægri og vinstri til þess að tryggja stöðuna á vestsættu og ná þetta málamiðlun þvert yfir og búa til betra samfélag og margir haldaði fram að það hafi skilað árangri víða og geti skilað árangri. Það hefur augljóslega ekki skilað sér í árangri fyrir fjölgun atkvæða hjá Vinstri grænum hins vegar. Það augljóst að þessi tilraun þeirra til þess að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og búa til svona það sem að kalla stéttamálamiðlun skila sér í færri atkvæðum fyrir þau í sveitarstjórnarkosningum og í landsmálum. Þau eru ekki orðið til þess að styrkja flokkinn, ekki tekist, að minnsta kosti ekki þannig að það auki fylgi eða svona styrki stöðu þeirra á neinn hátt, ekki tekist að selja þessa hugmynd sínum kjósundum eða öðrum kjósundum draga til sín einhvers staðar annars staðar frá. Og ég held að það líka, ég held að það er mjög augljóst að þau hafa orðið náttúrulega fyrir talsverðri blóðtöku með því að ganga inn í samstarf, margir sem gengu úr flokknum, sem höfðu verið virk í flokknum áður og svo framvegis. Allt þetta svona bendingar í það átt að það sé svona erfitt, sko. En flokkurinn hefur ekki þurrkast út, það er alveg rétt að Katrín heilt yfir landi, hvað þið bæta við þessi einu manni held ég heilt yfir á landinu í sveitarstjórnarkosningunum, en það var náttúrulega miðað við ekkert sérstakan árangur þar á undan, þau eru ennþá stærsti vinstri flokkurinn á þingi, hún getur bent á þessa hluti en staðreyndin er samt svo sko að Vinstri græn eru stærsti vinstri flokkurinn á þingi þráttur á að tapa fylgi. Það segir nú kannski bara meira sko hvernig gengur hjá vinstri heldur en hvernig hvað gengur blúsandi vel hjá Vinstri grænum sko. Að segja sínu sögu náttúrulega að stærsti vinstri flokkurinn á þingi flokkur sem að tapaði fylgi á milli kosninga. Það segir ansi margt. Þannig að en þetta er áhugaverð tilraun, þetta er oft reynt á og það er margir fræðimenn sem að haldi fram að vinstri menn gætu náð góðum árangri með því að gera þetta, með því að fara í samstarf með hægri flokkum og mynda þetta málum og geta náð fram ágætis sko árangri, margir sem halda því fram. En það hefur minnst ekki skilað sér í auknu fylgi, þannig að Vinstri græn ekki tekist að selja almenningi þetta hefur verið frábær hugmynd að þau hafi farið þarna með Framsókn og Sjálfstæðisflokknum og þau þar leiðandi að fá fullt af fylgi. Já. Herðu Atli, það er lokaspurning til þín. Ég svo sé lengi flokkur sem er eins tengdur foringja sínum og kannski sést það á því að flokkurinn ná eða svona ekki eins slæmri kosningu á þingi eins og í sveitarstjórnum þar sem að Katrín er ekki að draga vagninn. Hvað verður VG þegar Katrín hættir? Ég
Ég bara veit það ekki alveg. Ég held að það sé erfitt að spá fyrir það. Ég held að hver sá sem segist hafa svar við því sé mögulega að blekkja sjálfan sig. Ég held þetta voru stór mistök samt hjá VG í Reykjavík að koma með þetta útspil að þau ætluðu að vera í minnihluta. Þetta augljóslega gert til að verja Katrínu vegna þess að það sem þau græða á þessu ný saga. Allt í einu það Líf sem að bera ábyrgð á slæmu gengi og ég held að VG hafi aldrei verið tilbúið að horfast í augu við það að gott gengi þeirra síðast eða ágætis gengi, hvernig sem það skilgreint, var meðal annars vegna COVID. COVID voru aðstæður þar sem að svona stjórnarmynstur getur bara orðið ansi vinsælt og það bara mjög margir sem voru ánægðir með hvernig ríkisstjórnin handlaði COVID og þau voru auðvitað með heilbrigðisráðherra sem stóð sig mjög vel. Það sést nú kannski best á því að heilbrigðisráðherra núna hefur ekki staðið sig jafn vel. Þannig að ég held að þau hafi farið í þessa kosningu, ekki alveg verið tilbúin að horfast í augu við þetta. Og mér finnst mjög sorglegt að sjá að þau hafi ákveðið að láta Líf bera þetta, því að ég held að Líf eigi það ekki skilið. Flokknum gekk mjög illa, mjög víða. Þau héldu þó sínum fulltrúa og það sem að gerist núna það sem að kannski fólk mest krítískt á VG fyrir að þegar á reyni að þá sé atkvæði til þeirra í raun atkvæði til Sjálfstæðisflokksins. En ég ætla þó að segja að Líf var að setja út status núna bara fyrir klukkutíma sem að áhugaverður. Það segist hún ætla að standa hjá í meirihlutaviðræðum í bili. Og maður svona velti fyrir sig hvort að það sé þar verið að opna fyrir það að vegna óánægjunnar með þetta að kannski í einhverjum svona öðrum hring eða eitthvað svoleiðis þá komi VG inn eins og þau gerðu til dæmis að þau mynduðu ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Þá var sett á svið alveg heljarlega leikrit þar sem og svo gekk það ekki upp og þá bara urðu þau að fara í samstarf með Sjálfstæðisflokknum. Það verður þá kenningin, ef við klárum þessa kenningu allir, þá verður það að á seinni skipunum þá kæruður í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki, Framsókn og Viðreisn. Já, það möguleiki að þau ætla að reyna að spila betur út úr þessu í borginni en ég held að þetta hafi ekki verið góð ákvörðun og ég get ekki ímyndað mér að fólki sem kaus VG sé ánægt með þetta því þetta eru atkvæði til VG í tætarann öðru sinni og þú getur ekki spilað svona út úr atkvæðunum, þú missir þau að loka. Herðu, þetta eru lokaorðin frá gestum mínum. Ég þakka Atla Þór, Gísla, Guðmund Auðuns og Kristínu Má kærlega fyrir að koma hérna, staldra við og tala pólitík eftir mjög áhugaverða kosningar og hlustendur þakka ég fyrir að staldra hérna við. Við ætlum að eftir þáttinn ætlum við að setjast niður og velta fyrir okkur hvernig samstöðun hegðast núna þegar sólin farin að hita loftið. Hún búin að vera hátt á lofti í smá tíma en nú bara komin vor í lofti og við ætlum að velta okkur fyrir því hvort að við búum til eitthvað svona vor og sumardagskrá hérna á samstöðunni. Fylgist með, þið getið gert það á samstöðun.is eða á síðum samstöðuna bæði á Facebook og á YouTube. Hvet ykkur til þess að læka þennan þátt og síðu samstöðunar. Þau sem að vilja styðja samstöðun og uppbyggingu hennar bent á að þið getið gengið í Alþýðufélagið sem að kostar svona eins og 2 kaffibóllar á mánuði sem ígildi áskriftar að samstöðunni. En ég þakka gestum mínum og þeim sem hlustuðu kærlega fyrir í kvöld og bið bara góða nótt.